Núna ætla ég að fara yfir það með ykkur hvenar við notum þetta hér og hvenar við notum þetta hér. Hér, þegar við erum eingöngu að velja, þá notum við samantekt. Og þegar við erum að velja og að raða, þá notum við röðun. Í báðum tilfellum þá erum við með eitthvað fjölda staka, við erum með n, og við veljum segjum það að við séum með n okkar sé 20, það sé 20 manns í bekknum, og við veljum eitthvað tiltöku fjölda staka úr 20 manna hópi. Við erum ekki að raða 20 manns í 20 hólf, heldur erum við þá að raða og velja eða bara velja 3 manns af 20 manna hópi. Ég held að sé best að taka dæmi. Við skulum gefa okkur það að ég sé með 3 bókstafi, við erum með A og B og C, sem merkir þá að ennið okkar er 3. Og ég er eingöngu með 2 hólf til að setja þessa 3 bókstafi í, sem merkir þá að K-ið okkar er 2. Og svo er spurningin, á hversu marga vegu get ég valið þessa 3 stafi í þessi 2 hólf. Og við skulum bara setja þetta upp. Ég get valið A og B, eða ekki. Ég get valið A og C og ég get valið B og C. Þannig að ef ég ætla að velja 2 bókstafi af þessum 3, þá get ég valið á 3 mismunandi vegu. Og við getum sett þetta upp í formúlun okkar til þess að hvort að þetta sé ekki rétt hjá okkur. Þannig við fáum 3 Setjum þetta bara snöggust upp í formúluna. Þannig að við fáum ég ætla að finna eitthvað góðan stað fyrir þetta. Þetta er 3 yfir 2 og það þýðir það er 3 hrópmert deilt með 2 hrópmert deilt með 1 hrópmert, og sem er sama sem 3 sinnum 2 sinnum 1 deilt með 2 sinnum 1, og það er sama sem 3. Þannig að við höfum 3 mismunandi möguleika. Nú ætla ég að skoða röðunina með ykkur. Þannig að ég er með A, B og C. Nú ætla ég að hafa hólfin hér og ég er með 2 hólf. Núna er spurningum að raða þessum 3 stöfum í þessi 2 hólf og ekki eingöngu að velja og raða þessum 3 stöfum í þessi 2 hólf. Og þá get ég valið A og B, eða ekki, og ég get valið A og C og ég get valið B og C. Nú fór eitthvað hjá mér. A og B. Ég get valið þessa 3 stafi, en ég get líka raðað þeim. Þannig að ég get valið A og B og þeir geta raðast bæði sem A og B, en þeir geta líka raðast sem B og A. Og A og C, ég get valið A og C, en ég get líka raðað þeim sem C og A. Og ég get raðað, voðalega er þetta leiðilegt, A og C. Já, hér. Þetta hverfur bara hjá mér, C og A. Og
sama síðan gildir hér, C og B. Þannig möguleikarnir sem ég hef til þess að velja og raða eru 6. Þannig það eru miklu fleiri möguleikar ef við bæði veljum og röðum heldur en ef við bara veljum. Og nú ætla ég að prófa þetta hér, athuga hvort þetta gangi ekki upp hjá mér. Við erum sem sé með n hrópmerkt, það er n og aftur, 3 hrópmerkt, deilt með 3 mínus 2 og það hrópmerkt. Það er sama sem 3 hrópmerkt deilt með 1 hrópmerkt sem er sama sem 3 sinnum 2 sinnum 1 sem er sama sem 6. Þannig möguleikarnir til þess að velja og raða 2 bókstafi af þessum 3 eru 6 talsins.